hlusta hérna á FM 95 Blöð og FM 957. Pétur Jóhann Sigfússon heima veikur með pípandi niðurgang. En þið þurfum ekki að stressa ykkur mikið því að hingað komin að mínum mati ein skemmtilegasta og huggulegasta kona landsins, Helga Braga Jónsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Pípandi hress. Ja, það ekki? Jú, brjáluð alveg. Akkurat öfugt við Pétur. Já, einmitt. Já. Við sendum nú baráttukveðjur í Hafnarfjörðinn til Péturs, ég veit hann að hlusta. Já. En hann ætlar að taka föstudaginn með mér í staðinn. Love you Pétur, gangið vel skutnar. Já, með þessi veikindin. Já. En Helga verður hérna með mér í allan dag til 6 í dag. Alveg sexy. Sexy í miklu stuði. Akkur læti ég svo hálfviti strax núna. Ertu stressuð? Nei, bara á ég ekki að vera ásalega hress. Já, FM 957, gengur út á það. Það er bara hressleiki, sko. Já, hérna eru allir. Heyrðu ekki strax bara hvernig ég byrja að tala hraðar þegar við komum í loftið? Ég verð svona hæpir. Ég er búin að fá mig kaffi til að vera alveg til að detta í fílíkinn. Kannski geðveik. Nei. Ef ég verð of geðveik, viltu þá bara Helga? Geðveik núna? Ok, ef ég gerir svona, þá var svona að tóna þess niður, eins og Rossi Friends gerði hérna alltaf með merkið í galna það. Gerir svona tóna niður merkið með höndunum. Já, þá kemur svona. Já. En það verður hins vegar hrikaleg stuð hérna hjá okkur Helgu í dag. Það komur strax merkið, já. Við erum að fara að ringja, við ætlum að gera vondaatið hér á eftir. Þá ætlum ég að láta Helgu ringja í fyrirtækið sem hún þarf að tala með grínröddu. Já. Þú ert nú örugglega að fara létt með, þú ert nú leikona. Já, það finnst mér auðvelt. Já. Það er örugglega auðvelt. Svo ætlum ég líka að láta þig segja að þú ert aðeins stressaðri við því. Ég ætla að láta að hrekkja mömmu þín aðeins. Já, það hef ég aldrei gert. Nei. En þú ert svo ofboðslega góður í að plata mann til að gera hluti. Svona að tala þig inn á hluti. Guð minn góður þegar hann hringdi í mig aðeins. Hvað segir þið, skvísa? Aukti vinnur þinn, hvað ert að gera? Já, ég er bara eitthvað. Já, heyriðu, ertu til ég að redda kallinu hérna? Maður byrjar að rósa, tala fallega og svo... Ég veit það, svo mikil staðrari að það er viðbjóðslegt. Það segi ég sem er náttúrulega ennþá verri. En þú ert mjög góður í þessu. Takkaði fyrir það. Þannig fær maður líka svona fólk með sér, sko, í bulli. Ég veit að þess vegna er ég hér. Já, en þú ert stressuð. Ég er pínu stressað með tónlistina í dag, því að þú ert að tala um áðan með, já, ég get sagt ykkur það, hlustendur eru góðir, að tónlistina FM 957 er kannski ekki alveg, Helga Braga er ekki beint í markhópnum. Nei, og hún spurði mig náðan meðan Olli Murs var í gangi My Heart Skips a Beat. Já. Er þetta lag endalaust? Sko, ég myndi dansa við þetta, þú veist, bara einhvers staðar, ég var einhverjum bar, alveg og dilla mér eins og... Dansar mikið? Já. Já, ok. Við förum oft gælurnar og dansum alveg bara eins og brjálaðingar, sko. Já. Þú veist, magadansvinkonur mínar og zumbavinkonur og svona. Já, þú ert náttúrulega magadansari. Já. Og zumba-dansari og alls. En kallaru þær magadans og zumbavinkonuðinnar? Er þetta ekki bara Erla og Sigga? Er þetta bara svona... Nei, sko, það er svo margir hópar. Já. Eins og Vinsal. Já. Og hérna... Þú veist, þá eru svona hópur, sko, við erum svona saumaklúbbur, smá. Ok. Förum og djömmum og förum í spa og alls konar. Já, og dansið svo. Og dansið, en svo brjálaðingar, ógeðslega gaman. Og líka því að þú veist, þá erum við svona á dansum saman, skemmtilegt og líka svona svolítið flott. Já. Svona allar í takt. Allavega það sem okkur finnst. Já, ykkur finnst það allavega. En mér, sko. Já. Og hérna, já, en til og með að sitja heima og hlusta á þessa músík ekki alveg skemmt. Nei, hvernig tónlist ertu þú að hlusta þér út heima þér? Ég er oldies. Ertu oldies, já. Já. Hvað er þín tónlist? Segjum á sætinu heima og vera að hlusta á FM 95 Blöð. Já. Og við varum að tala saman núna. Hvaða lag myndið þú svona vilja hafa næst? Ég myndi vilja til dæmis Shania Twain. Today is your day, nothing can stand in your way. Já, það verður ekki spilað. Það verður ekki að danskrá hérna hjá okkur í dag. Það er svona kona, þú veist bara, svo gaman í dag, this is your day baby. Já, Shania Twain, hún var eitthvað eiga það að hún syngur akkurat þetta, þessi gaman hjá henni og henni líður vel. Já. En svo eru svona söngkonar eins og sko Kelly Clarkson og Adele og svona sem syngja allar bara hvað er allt ömulegt. Svona syngja og Broken Heart og svona eitthvað. Já, það er bara kannski það sem Adele náttúrulega, ég dýrka hana svo. Já, mér er svona eins og allar. Kelly Clarkson. Ég ætla að spila Adele hérna fyrir þetta. Já, thank you very nice. Já, setjum það nú á. Það má, já. Já, ég ætla að reyna að finna svona lög sem ég má spila fyrir Svo er ég líka Lady Gaga fan og því hún er crazy. Já, fílarðu það? Já. Poker Face og eitthvað svona alls konar. Já, alls konar svona lög. Já, alls konar svona lög. Já, nei, mér finnst hún geðveik. Já, hún er flott. Já. En það er þétt dagskrá hérna hjá okkur að styttist í hendi
Helgu í hressu innkomuna og ég held að hún fari nú létt með hana, hún nánast búin að taka hana. Svo ætlum við að, eins og við komum inn á, við erum með vondatið, við ætlum að stríða mömmu Helgu hérna eftir. Svo ég með, við ætlum að ljúga hvort öðru í 2 mínútur. Það hérna eftir líka. Og svo verð ég með Q&A á Twitter, þar sem að fólk má senda inn spurningar á Helgu og þú þarft að svara þeim öllum. Það er alveg sama hvað spurt. Sveppi fekk þetta í gær, Hjöppi fær þetta á morgun og þannig verður þetta hjá okkur. En ég ætla að setja lag sem ég veit að Helga mun ekki fíla. Fílar þetta? Þetta er Rihanna, fílar hann ekki? Jú, hún er æðisleg. Hún er alltaf flott, sko. Rihanna og Drake, Take Care. Jú, þetta er flott. Then I've lost, segir Rihanna hérna. Óbúslega leðilegt lag. Fannst þér? Já, frekar. Mér finnst hún, ég dýrka hana en svo kom svona leðilegt. En þið fannst flottur hún var að syngja? Já. En þú máttur ekki heyra þetta Nei, það fannst mér leðilegt. Tell me, Já, var ég að deyja bara. Herðu, Öttu og Helga verða við ykkur hérna til 6 í dag. Herðu, þú ert ekkert að skammast þín fyrir mér með þessa tónlist. Þetta er eitthvað sem ræði bara við Brynja Már hérna á leiðin út eftir. Já, fyrirgefðu Brynja. Tónlistastjóri hérna á þessari stöðum. Sorry. En það hins vegar komið að slúðurpakka dagsins. Þú ert náttúrulega svona nett slúðurdrottning, ekki? Nei, alls ekki. Fylgist ekki mikið með slúðri? Nei. Það er bara einhvern veginn ekki partur af mínum lífstíl. Nei, mér finnst þú ekta samt típan. Er það? Sem svona sogaðir inn í slúður. Nei, ég er ekki. Sko, fólk heldur að ég reiki og drekki og slúðri og stundi vændi. Eða ekki vændi, þetta nei, bara, ég tekið þetta tilbaka. Nei, svona, sé bara svona sleeping around og svona. Já, kannski ekkert að rukka fyrir það. Já, einmitt. Svo við hjá og rukka ekki fyrir það og eitthvað svona alls konar. Alltaf full og reykir. Já. Og slúðri og geðslega. En ég er bara alls ekki svo típa. Nú get ég bara leiðrétt það. Já, þú ert reyndar akkurat dög. Þú borðar ekki eins og sykur. Nei. Þú tók samt, fórst aðeins út í öfgar með þetta, Helga. Ég veit að, þú drakst einu sinni bjór og svona. Drakk ég? Ég drakk vel. Já, ok. Mjög vel, góði minn. Það er ástæði fyrir því að hætta að drekka. Já, ég skilji. Já. En svo, þú ferð svo með enn lengra með, þú hættir að borða sykur og hættir einhvern veginn, þú ferð svona aðeins lengra með þetta. Ég sportir ekki, ég er öfgamanniska svolítið. Já. Ég öklaði eira. Ég var búin að gleyma þessu. Mástu við Sveppi vorum alltaf rífast við með þessi stjörnumerki. Já, þetta er sérstaklega fyrir Sveppa. Því líku sportreiki. En það er komið að slúðupakka dagsins. Og ég ætla að byrja að slúðra henni Lindsay Lohan. Þekkirðu hana? Já, aumingjastúlkan. Já. Guð minn góður. Og hún er búin að vera... Þetta litla krút. Já, þetta litla krút er búin að vera í tómurugli. Hún er náttúrulega bara fíkill af Guðsnáð. Já. Og búin að vera í miklu vesinni. Hún er, reyndar ekki í fangelsi núna, en hún kemur fyrir dómara reglulega að sína fram á hún sé edrú. En núna eru sjónvarpsþættirnir Glee að spája að fara að gefa henni séns og eru hugsanlega að fara að bjóða henni hlutverk í þeim þáttum. Hefurðu hort á það? Já, ég er svolítið minnst skemmtilegt. Finnst það? Já, svona, ég hangi ekki við því, en ef það er svona tilfallandi. Já, svona hressir krakkar í úlingar, eða hressir úlingar að syngja eitthvað. Já. Þannig að, fyrir ykkur Lindsay Lohan ádáðanar úti, sem ég held að séu nú ekki margir á Íslandi. Nei, óskup fáir því miður, þetta er bara búið hjá blessari. En hún sko, þú veist, ef hún gerist bara helgabraga, kannski ætti ég að ringi í hana. Já, þú ættir að tala við hana. Og tala við hana, Lindsay, I was there, I feel you sister, and I was there, and you just have to, give up and find God, baby. Get your act together. Get your act together, hann. Ég held að sé engin núna þegar ég sagði þig hérna í mikrofónin við hlustendur, herri, Lindsay Lohan er sannlega fyrir Glee. Ég held að enginn teki yes. Nei. Þetta er bara bull. En það er oft þannig með slúður, það er öllum drullu saman, ég ætla samt að halda áfram með það. Ok, næsta. Næsta slúður er af Chris Humphries sem er fyrrverandi eiginmaður hennar Kim Kardashian. Þau voru ekki gift nema í 72 daga. Og menn hafa nú... En fólk hefur nú aðeins lengur en það, sveimið þá. Og nú... Hvað er að frétta af honum? Af því nú þarf ég aðeins að viðurkenna fyrir þér. Af því ég er núna allt í henni með E-Channel. Og ég hef sogast gegn mínum vilja hef ég sogast inn í þessa Kardashian fjölskyldu. Ég veit það er óþólandi að og þær eru óþólandi. Þær eru talað með svo leiðilegri röddu. Ef ég ligg heima þunnur og það er ekkert í sjónvarpinu, er að flakka á milli, alltaf á sunnudu lendi ég á einhverju Kardashian marathoni. Já, og maður þarf ekki einu sinni að vera þunnur. Þetta er bara einhver, ég veit ekki, þetta er einhver álög. Þetta er viðbjóður. Og ég veit allt hennan Chris.
þarna. Já. Hvað að frétta af honum? Hann ekki í Minneapolis og svona? Jú, hann einmitt staddur í Minneapolis og hann spila fyrir New Jersey Nets en hann á heima í Minneapolis. Jú. Já, og hann að fara fram á $7 milljónir fyrir að þegja allt saman. Þá ætlar hann aldrei að skipta sér aftur hvorki að Kim Kardashian né hennar fjölskyldu. Þannig að hann vill $1 fyrir að halda kjafti. Það ekkert annað. Heyrðu, en vistu það, ég held hann Chris. Já. Ég þola hann ekki. Nei. Hann er svo leiðinlegur. Hann var samt með þær eru leiðinlegar og svona. Já. En hann, ég skildi hann svo vel. Sástu? Nú er ég hann algjör kjaftakettling og ég sagði, nei, ég er heilig, bleimi mig og nú er ég ekkert, sko. Ég skildi hann svo vel að hún myndi skilja við hann. Af hverju? Af því hann var svo leiðinlegur. Manstu þegar hann henti út í sjó? Já. Og hún misti einhvern eyrnalokk og hún fór að grenja í hálftíma. Ég hugsaði með mig, hvað er í gangi hjá sér? Hún er náttúrulega óþolandi líka. Já. Blessunin. En hún er fögur. Já, virkilega hugguleg. Hún er mjög falleg. Og þær allar ofsalega fallegar. Já, það er samt eitt svona ljótur andarungi annars, hann finnst mér. Hver er það? Hún Chloe, hún minnst hún ekki alveg að hugguleg hérna tvær. Hún er líka svolítið falleg. Já, hún er samt skemmtileg stæðin, sko. Já, hún er náttúrulega fyndin, sko. Já. Og því hún er svona stór. Nei, það er ekki það. Nei, er það Öddi? Blötti. Já, viðbjörði. Nei, ég er að tala bara andlit, sko. Ég er ekkert að tala eitthvað, Kim Kardashian er líka svolítið stór. Já. Þannig að það er ekkert, allavega þá Chris Humphries að fara fram á $7 milljónir fyrir að þegja þetta hjónaband. Fyrir hvað? Já, bara að halda kjafti. Bara fyrir hvað hún að byggja þú veist? Er ekki búið að sína allt, hvort sem er? Jú, það er góða punktur. Það er bara svona fyrir að skipta sér ekkert meira af þessu eitthvað. Skiptir engu máli. Nei, og svo í lokin þetta ég er svona, mér finnst alltaf pínu óþægilegt að lesa slúður Whitney Houston og hennar andlát. Sleppa því? Ég var að sleppa því bara. Ertu til í það? Jó, ég ætla að sleppa því. Já, bara svona fyrir mig. Bara fyrir þig, ætla ég að gera það. Þakka þig fyrir. Og ekki ætla ég bara að sleppa þessu fyrir þig. Ég ætla líka að spila þetta lag fyrir þig. Þú varst að tala um að þú fylgir Rolling Stones og svona, og Oldies. Já. Ég ætla að leifa að heyra hérna gamalt föstudagslag með Sverrir Bergman, þar sem hann tekur Wild Horses með Rolling Stones. Þetta er óskalag hjá Svepparegla. Það reyndar ekki Rolling Stones, þetta allt í lagi, en þetta er til pappa, hann fílar Rolling Stones. Okay. Sverrir Bergman, Wild Horses. Auðvitað og Helga með ykkur til 6 í dag. It's easy to do. The things that you wanted. Well, I bought them for you. Hjá okkur Helgu Braga Brögu, ég veit það. Þetta er ekki fyrsta sinni sem skýta með þetta. Ég er Jónsdóttir. Já, við erum í miklu stuði hins vegar og hér framundan skal ég eitthvað segja sem þú ert að gera. Já. Það er með grínröddu, ég laka mikið til að heyra það. Okay. Og það er hér og eftir, svo ætlum við að stríða mömmuðin hans og ég veit þú ert stressuð fyrir því. Já, ég er mjög stressuð, ég er eiginlega viðutan bara af stressi. En við vorum að ræða hérna, við fyrir betur út í þá eftir, það er nefnilega komið að hressuinkominni. Já. Og þetta er eitthvað sem allir mínir gestastjórnendur þurfa að gera. Já. Og ég held eins og að þetta verði ekki vesen fyrir þig. Nei. Þú átt að reyndar eina sem að þetta er stundum erfið en þetta sko lítur út rauður, hefist fyrir að vera. Já. Af því að þú ert að tala í mínútu. Já. Og það sem að þetta gengur út á er að þú ert rosalega hress og svona láta eins og sett rosalega vön útvarpi, skilur. Já, það er bara svona allt að gerast hér. Já. Og það eru bara einu leikregluna og svo kynnur inn lagið Dancing on my own með Robin. Ok. Sem er svona ekta lag fyrir þig. Já. Ég er ekki að segja að þú sett alltaf dansandi ein en svona stuðla sem að þú fílar held ég. Og ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ok, þá er það hressa innkoman hjá Helgu Brögu. 1, 2 og byrja. Komið þið sæl og blessuð. Þetta er Helga Braga Jónsdóttir hérna á FM 95 Blö. Og við ætlum að vera hér til klukkan 6 í dag með alveg stórkostlega tónlist og við ætlum að vera svo hress að við gubbum upp í munnin á okkur og það verður alveg ótrúlega skemmtilegt. Við ætlum að tala alls konar merkilegt og ómerkilegt líka og hafa mjög gaman og gera at og vera í stuði. Vera í stuði. Já, og ég ætla að vera hérna í sexy stuði. Hvernig líður ykkur í dag? Eru þið sexy? Er ekki allir sexy hérna? Það er svo gaman. Og við ætlum að hlusta núna á Dancing on
on my own með Robin. Það var vel gert hjá þér. Pínu svo byrjað að drekka aftur en ég fyrir ekki það. Þið að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og Helga Braga var rétt í þessu að segja mér að hún ætla að vera hress á því og konfirma þennan strák á Facebook. Eru margir strákar að adda þér á Facebook? Mjög mikið. Er það? Mjög mikið. Já. Og er verið að póka þig mikið og svona? Já. Já, fara 1 og 1 pók? Já, og svo er náttúrulega voða mikið sko geðveikin þarna sem að fær sko á inboxunni í Other. Já. Það kom á svona alls konar skrýtnir menn utan úr heimi. Voða mikið englendingar. Að þá hvað, eitthvað svona reyna? Og vilja bara, ég er ekki maður og vil giftast þér og I saw your profile og einhverja myndir sem eru sko public. Já. Og eru bara sjúkir. Einhver svona sexy myndir að það er á bikini og eitthvað? Nei, ég ertu geðveikur. Nó, ertu ekki þetta þér? Einhver svona fyrir englendingarna að núti? Jú, kannski er ég að fatta að það eru nokkrar magadansmyndir sem eru með stóru brjóstinu til loftið. Þannig að ég er búin að einhvern veginn, þú veist. Búin að náður hann í einhver svona enska aðdóndur? Ég veit ekki. Ég þor ekki, sko. Ég er svo hrædd þetta séu allt raðmorðingjar. Já, þú treystir engum? Nei, ég treysti engu. Ég er varkár. Já. Það er gott. Ég hef nú lifað tíman að tvenna, sjáðu. Já, þetta er ekkert fyrsta Facebook-requestið þitt. Nei, ég passa mig, sko. Við vorum að ræða hérna, svo við klárum nú þessa í umræðu okkar á E-channel. Það er fullt af fólki hérna sem einhvern veginn sogast inn í þetta líka. Það er viðbjóð. Já, það er ekkert líka bara, sko, þessi Kardashian fjölskylda sem er þarna. Nei. Núna það eru komin svona fullt af afspreykjum. Chloe loves Lamar Odom þarna. Já. Og svo er Vanilla Ice loves Coco. Hefur þú hort eitthvað á það? Nei, ég hef bara séð auglýsingarnar. Ég hef neyðst til að sjá auglýsingarnar frá því. I was taking a pregnancy test. What? Þú veist, eitthvað svona. Og hún er með svona ótrúlega skerandi og óheyrilega rödd. Einhvern veginn. Ég vil ekki segja ljóta en sko, að því að ég er góð stúlka. En hún er ekkert að hlusta, sko. Nei, Þú veit bara hérna eftir 9 blöð, látt hann að bara heyra það, sko. Hún er með hræðilega rödd. Og þetta er svo óinteressant. Og allir trailerarnir líka gangundu það. Hún er alltaf greinlega eitthvað að flippa, þessi Coco. Hún er eitthvað svona, I gotta take a practice it. Og Vanilla... You gotta be by my side. I'm always by your side. Og svo kann ég þetta, þetta veist, ég skammast mér svo. Já, svo er Ice-T alltaf eitthvað svona kantinum. Hvað nú? Já, bara, þú veist, leiðilegi kallinn og hún brjáluð að gera hluti. Hey, ættu við að gera svona? Ég og þú? Já. Já, Öddi loves Helga eitthvað. Eitthvað svona, já. Og svo er ég brjáluð að gera svona þú og ofsalega. Sýnd á INN. Helga, hvað nú? Ég var að taka þungunarpróf. Já, taking a pregnancy test. Já, en Helga, þú ert orðin 47 ára, hættu þessu. 47 ára? Já. Þú lígur því? Já. Ég er 27. Ég er að fá taugafall. Þá ætlum ég að gefa þér þetta smá breyk munum fyrir í auglýsingar af því að nú þarf þetta undirbúa því að hér strax eftir auglýsingar þá erum við að fara að hringja mömmu þína. Þannig að ég þarf að undirbúa mig. Já, við þurfum líka að undirbúa reglurnar. Ég þarf að undirbúa mig andlega. Segja hvað það mátt segja og svona. Fáum örstuð skilaboð og svo ætlum við að stríða mömmu hennar Helga eins. Þekkir þú lagið? Fylgstu með í morgunþættinum Magazine og taktu þátt í skemmtilegum leik. Í morgunþættinum Magazine alla virka daga milli 7 og 10. Trýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Britpop kvöld á Kaffi Simpson í kvöld. Allir sem mæta með harkúluhatt fá frían drykk. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simpson. Bjóðum vörur á mögnuðu tilboðsverði í mars. 10-11, alltaf opið. Það er einhver hundur í þér? Já, maður, ég ætlaði að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bás. Akkur ferð ekki bara inn á smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Glænýr gómsætur matseðill. Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. Úrilla Górillan kynir Heineken Bingo 50. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kartinum. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. X2 við tippum.
FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Helga Braga með ykkur hérna í FM 95 Blö. Við verðum hérna með ykkur til 6 í dag og það komið að öðru skemmtilegu atriði. Við ætlum að ringja núna í mömmu hennar Helgu. Ég hef aldrei strítt mömmu opinberlega. Nei, ég reyndar búin að vera að stríða mömmu minna allt og mikið upp á síðustu. Ég veit það, mamma mín svo góð, ég er að deyja núna. Já, vilt meina að mamma mín sé svo vond. Nei, hún góð, en þú ert gaur. Já, reyndar, ég veit það. Hún eignaðist gaur og hún búin að ala þig upp og veit hvernig gaur. Já. En ég góð stúlka. Já. Skilurðu? Og hefur aldrei strítt henni? Nei, bara svona saklaust, sko. Já, ok, við erum ekkert að fara í neitt ofbeldisrekja núna. Nei, ég veit það, en þú veist, sko, hún er reyndar mjög stríðin sjálf, sko. Ok. En samt svona opbóðslega saklaust, sko, setja kartöflu í skóinn og eitthvað svona. Var hún leikkona eins og þú? Já, hún var formaði Skaga, leiklóksins upp á Skaga og lék og var aðstoðarleikstjóri og alls konar. Já, en hún er svona nettur flippari. Hún er smá flippari, en hún er náttúrulega bara, þú veist, ég komin kannski af léttasta skeiði þó hún sé skvísa. Ok, ég skilu. En sko þetta hrekkurinn gengur út á það að þú mátt bara segja við mömmuðina, hæ elskan. Já, hæ elskan hvað segirðu, þannig tölum við. Ok, hæ elskan hvað segirðu, mátt segja það. Já. Og svo bara já og nei. Já. Og símtalið gengur þá út á það, við ætlum að sjá hvernig mamma henn bregst við þegar þú segir bara já og nei og hvort að hún muni byrja að leiða samtalið, þannig að þú mátt taka já, nei. Já. Og bara sjá hvað mamma henn gerir þegar þú segir bara já og nei. Ég er að fara yfir út í augun. Ég sé, þú var vel stressuð bara. Ég er svo rætt, já, allt í lagi. Ok, prófum. Hvað er svona að gera? Og þú lætur það sem þú dregur mig úti. Þú getur, ef hún brjálu og segir þetta sé allt mér að kenna bara. Já, ok. Ég er að hringja heima sem hann einna núna, ok? Halló. Hæ, Ískan, hvað segirðu? Bara svona. Já. Þið slapparaleg bara? Nei. Já, ég liggur fyrir rúmur að lesa bara. Já. En þú? Já. Hvar ertu? Hæ? Hvar ertu? Já. Hvað er þetta? Nei. Já, Ískan, hvað segir? Við hvað er þetta að tala? Halló? Já. Ég segi, við hvað er þetta að tala? Já. Hvað segir? Hvaða númer er þetta? Helga Braga. Hvaða númer er þetta? Ég get þetta ekki auðviti. Ok, það segir henni þá bara. Hvað segir henni? Ég er í þættinu hjá Ödda. Þetta er höllið, þú mátti bara segja já og nei við þið, sko. Og hæ, Ískan, hvað segirðu? Já. Ég segi bara alltaf, ok? En það ekki? Ertu nokkuð komið flensu? Nei, ég er bara að lesa og hafa það huggulegt. Það var kósið heima bara? Að lesa. Hvað er það að lesa? Ég er að lesa eitthvað svona bók svona... Hvaða bók? Inn á þessar. Já. Ok, næs. Já. Ég verð að afsaka ónað. Þú getur ekki verið fúll út í Helgu, þetta er allt hérna á minni ábyrgð. Allt í himnalagi. Hún heyrir auðvitað betur í þér eftir. Já. Fyrirgæði mamma, Öddi Blöð sagði mér að gera þetta. Já, gott. Og láttu þið batna og lestu bækurnar. Já. Ok, elskan. Bye. Þetta fannst þér óþægilegt, þú kannst ekki. Hún var líka svona bara, við hvað er þetta að tala? En það fannst þess að vera að tala um einhvern annan og hana. Já, hún er náttúrulega svo klár, hún fattaði það bara leið. Já, sko. Hún kveikti strax að vera ekki allt með... Alveg leið. Við hefðum kannski átt að gefa þér eitt orði viðbót. Ég veit það. Bíllinn eða eitthvað. Bíllinn minn, nei, það hefði verið bara svona, já, nei, ég er nú bara svona að spjalla. Já, þá kannski að fara að stað, en ég heyrði hún er hress.
Hún hress. Ég bara að lesa. Já, hún bara að lesa. Hún láson upp í rúmi, skilurðu. Ég bara að lesa. Skilurðu. Voða kósi. Já. Herðu, þetta er samt sko, þú gerði þitt besta. Ég gerði. Þú gerir allt sem ég sagði þér að gera, þannig að það er ekki hægt að kvarta þetta þessu. Ég lítið þér, Auði. Já, skulum fá eitthvað hressandi lag. Magni Ásgeirsson. Hann er svo æðislegur. Já, virkilega góð söngvari. Þetta lag finnst mér eiginlega bara eitt flottasta lagi sem var í Eurovision. Oft kom inn á það hérna í þessu þætti. Já. Virkilega flott lag þarna á ferð. Og Magni er einmitt búinn að lofa okkur strákunum hérna í FN95 Blöð að frumflytja lagið á ensku, eða með enskum texta hérna í þættinum. Já. Þannig að það er skemmtilegt. Já. Hann náði auðvitað að fara eitthvað meira og nýta sér tengingarnar eftir Rockstar. Já, hann er ekki nýtt á nógu vel, finnst manni. Hann vera svolítið bara hérna heima. Smá skilapottiðinn, Magni minn, að þú veist það. Það þú ert að hlusta, koma aðeins meira út. Já. Fannst þér erfitt að tala með mig innan? Alveg, ég var að deyja. Já, ég sá það bara. Já, svo hringdi ég hérna núna bara í laginu. Já. Og hérna, og hvað sagði mamma? Ég sagði, mamma mín fyrirgefðu, það er bara eitt lag og ég bara eitthvað. Og þá sagði, já, nei, já, þá byrjaði hún að grína, skilur. Já, tók bara saman pakkan. Já. Þetta verður örugglega þannig, þú svona læstir þú og heyrir í henni. Núna, sko, hún verður að hefna sín, sko, grínlega séð, alveg bara næsta árið. Já, hún finnur eitthvað góðan rekka það vonandi. Já, ég held það. En við erum reyndar ekki hætt í ötunum því að það er, já, hér rétt og eftir er komið að grínröddu og það er eitthvað sem ég hlakka mikið til að heyra því að þú ert nú svona einn af okkar bestu leikunum, mættu nú að geta breytt röddina eins. Já. Einhverja góða grínrödd. Já, ég kvíði ekkert fyrir því. Nei, það verður minnsta mál fyrir. Það er svo lítið mál. Hringjum á einhverja hárgreiðslustofu eða eitthvað. Já, ok. Já. En ég var hins vegar að henda þér í hraðaspurningar, Helga. Já. Og svona fyrir hlustendur, þá fá þér að heyra svona hluti þeir sem þeir heyra kannski ekki dagstæðilega í öðrum viðtölum. Já. Þannig að nú er svona aðeins að skyggnast betur inn í... Betur yfirborðið þið þá. Já. Akkurat. Ertu tilbúin í það? Nú er ég smá stressuð. Já. Því að þú ert hrekkjóttur. Nei. Jú, þú ert það. Jú, viðurkenndi það bara. Og sko, þú átt að svara það fyrsta sem þetta er í hug. Fyrsta sem þetta er í hug? Já. Þannig að þetta er bara svona, veist, það er tempo á þessu. Já. Svona hraðaspurningar. Alltaf rætt tempo. Já, ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Og besta bíómynd allra tíma? Shining. Uppáhalds hljómsveit? Hvað kom fyrst í hugan? Bara Rolling Stones. Já. Hver var fyndnastur í Fóstbræðrum? Ég. Fallegasti maður heims? Fallegasti maður heims? Clive Owen. Uppáhalds matur? Grænmetisréttir. Hvað kveikir í þér? Dans. Uppáhalds leikari? Steinn Norman. Finnst þér Ólafur Ragnar Grímsson sexy? Nei. Hvað tekur í bekk? Ekki neitt. Hvenær fórstu síðast í ljós? Mörg ár. Finnst þér skrítið að sjá 2 kallmenn í sleik? Nei, hressandi. Ertu með mörg pók á Facebook? Já. Hvað drekkur á djamminu? Sódavatn. Hefurðu lent í slagsmálum? Leikið þau. Ekkert alvöru slagsmálum? Nei. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er fyrir valinu? Ekkert. En ef það væri byssa við þig? Hæ? En ef það væri byssa bara á einhverjum sem þú elskar? Ég myndi að láta frekar skjóta mig. Ekki svona ógeð. Nei, sorry. Nei. Herbert Guðmunds eða Geir Ólafs? Herbert. Hvað fer mest í taugarnar þér? Ekki neitt. Er mikið reynt þig? Já. Hvað myndi ævisagan heita? Selur á háum hælum. Ok. Mundur þú leika í erótrískri mynd fyrir 100 milljónir? Ég kunni ekki við að segja það sem ég ætlaði að segja eftir að skamma mig fyrir dýra spurninguna. Ég var að tala um bláa mynd. Mundur þú leika í blárri mynd fyrir 100 milljónir? Ljósblárri, já. Ekki dökkblárri? Nei, ljósblárri. Hvað þyrftur þú að fara að leika í dökkblárri? Ekkert. Nei, það er bara svo með dýrið. Já, það eru mörg. Ég skil þig. Herðu, þá erum við búin að skyggnast aðeins betur inn í... Já, svona, hvernig... Ég er dýravinur. Allt svo veist að við dýr er bara... Það er eins og Jón Gnarr sem er borgarstjóri, hann sagði svín. Þetta er bara svona hvað er fyrsta sem þetta er í hug, sko. En ég veit, þetta er ljót spurning. Þetta er það sem ég fyndi samt, sko. Einhvern veginn frá honum, en frá mér, nei. En það kom ekkert eitthvað svona upp í hugan. Ekki það ég er ekkert að fara að pressa þig eitthvað svar hérna. Nei, hættu þessu. Ég er hættur. Já. Ég lofa. Já. Má ég spyrja, þú drekkur sóda allan djaminu. Við vorum að dræða á hann að þú drekkur ekki á. Eða dætkók, ég reynir samt að hætta að drekka dætkók. Já, ok. Á hverju? Að því, bara svo allt annað, það er ógeð.
Ertu að reyna að hætta öllu? Nei, bara... Engan sykur, ekkert hveiti, núna ekki dægikók, hvað ég er búin að svindla pínu lítið, ég er svona forðast, sko. Hvítt hveiti og hvítan sykur og eitthvað svona. Ég leifi mér stundu dögt, svona súkkulaði og svona. Já. Þá er ég meira mat, sko, ekki. En passar þú mikið upp á mataræði og svona? Já, ég geri það, vegna þess að ef ég borða, þú veist, eina baun eða eitthvað, þá bara... Og svín fitna ég, talandi svín, skilurðu? Moment on the lips, lifetime on the hips. Það er bara svoleiðis, ég má ekki neitt. En þú ert svo dugleg að dansa á svona, eða ekkert? Jú, ég verð að gera það, annars er ég bara 100 kíló eða eitthvað. Ekki það að sé eitthvað að því að vera 100 kíló, heldur bara ég er svo lítill. Já, það er reyndar, sko, léttasta sem maður myndi lendi í held ég væri að fita sig fyrir hlutverk. Já, ég ætti svo auðvelt með það. Ég er bara, þú veist. Það borða bara allt sem maður vildi. Það væri mjög auðvelt fyrir mig. En þú ert þvengum jór. Nei, bara ég er að skvassa og fótbolta og eitthvað, sko. Já. Ég er pítsufíkil, sko. Er það? Já, það er bara besta sem ég leifi mér pítsu, en það verður að speltpizza. Já. Það er ekkert mál. Grænmeti speltpizza? Kemur ekki óvart. Grænmeti speltpizza, vá hvað mig langar í. Nennar á bakkandarnir. Hvaða bull? Það er nú góð. Herðu, til réttanda hóðnið. Já. Með grínrötu. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir. FM 95 Blö með ykkur hérna á FM 957 og við Helga erum að fara núna í skemmtilegan dagskrárlið og þetta er það sem ég kalla að með grínrötu, Helga. Já. Og það gengur út á það að við hringjum í eitthvað fyrirtæki hér í bæ og þú átt, sko, í rauninni gengur þetta út, þetta er bara lélegt þetta er bara þú að breyta röddinni þinni og bara eitthvað svona að bulla í starfsfólkinu sem að svarar. Já, ég er svolítið stressuð því að ég er ekki, sko, endilega góð í þessu meðvirk, sko, eins og þetta þarna tekin, sko. Já. Þetta hefði ég aldrei geta gert. Að ég hef vorkennt fólkinu svo ofbóðslega. Já, en reyndar, þetta við erum ekkert ljót núna við þau, sko. Þetta gengur meira út að þú átt að setja í svona einhverja grínrötu, þú átt nú einhverja grínrættir, eða ekki? Jú. Já. Þannig að það verður ekki vesið fyrir þig. Ég er bara að hringja bara svona hárgreiðslustofu og nú er eiginlega bara pínu svona press á þér. Bara atið gengur, það má vera lélegt, þetta heitir lélega atið. Já. En bara, nú er þetta bara í þínum höndum hvað þú gerir, sko. Og hvernig á ég svo að enda þetta? Bara kveðja og segja að ég hef ekki tími í þetta eða eitthvað svona. Ertu tilbúin? Já. Ég ætla að hringja hérna í Hárhús Köllum, að sjá. Ertu búin að ákveða röddina hérna? Já. Ok. Hún var löngu tilbúin. Hárhús, góðan dag. Góðan dag, ég ætla að panta klippingu. Það er að panta klippingu? Já. Já. Hvenær eigið þið tíma? Hvenær kemstu? Fyrir hátíð, eftir hátíð? Eftir hátíð Eftir hátíð? Sem við viljum franga til fram að hátíð. Hvað gerur þið? Hvað séru? Klukkan hvað? Það er laust 2:30 á morgun. Ég mæti. Sko, ég er nú ekki með mikið hár. Hvað sérðu? Ég er ekki með mikið hár. Nei? Nei, ég myndi vilja þetta. Viltu, það er einu tími sem er laus, það er morgun, það er 2:30, það er ekkert laust á föstudaginn. Nei, ég myndi vilja láta, sko, af því ég er ekki, ég myndi láta... Þetta það? Já, ég myndi vilja... Hvað er nafnið? Haldur, já, því ég var að spekula hvert að það er að greiða yfir skalla. Já, því ég er ekki með svo mikið hár. Nei. Og ég var að spekula hvert að vera ekki að greiða þessi hár yfir skalla. Já, ég setja það 2:30 á morgun. Nei, fyrst þarftu nú að svara spurningunni. Fyrst þarftu nú að svara spurningunni, góðum minn. Já. Hvort það er að greiða þessi hár. Já, bara segja það þegar þú fyrir að klippa eitthvað, það er að klippa mikið. En eru þið góð í þessu að greiða svona yfir? Já, mjög góð. Er það ekki, og þetta er kannski ekki nefnana svona 9-10 hár sem ég er með, sko, og þá myndi ég kannski svona setja það yfir skallan.
Jepsrím. Herru, ég skrifaði 2:30 á morgun. Já, en þetta hægt að kannski... Allt í lagi. Nei, byrju, þetta hægt að lita hárin, þessi? Hvað segirðu? Lita hárin. Lita? Já. Það ekki hægt að lita, það ekki tími í það. Ha? Nei. Hvaða? Þetta er fáránlegt. Já, finnst það ekki? Jú, ég ekki, þá var ég nú að sleppa þessum tímakóða mína því ég ætlaði nú að láta lita þessi hár kannski svona. Já, það er bara ekki lausni tími, það er svo mikið að gera. Hvenær er þá laust fyrir að lita þessi hár og klippa? Mánudaginn. Mánudaginn, segirðu? Og hvernig myndu þið þá gera þetta? Lita þessi hár? Það verður bara að skoða það þegar þú kemur. Ég laka til. Hvað heitir þú, góða mér? Hvað heitir? Helena. Helena, þú nú með fallega Helena fagra. Já. Ég hlakka bara til að koma og láta það snitta mig. Helena mín. Jepsri, ég hlakka til. Þakka fyrir. Herru, ég má bara ekki vera þessi, ég verð að halda áfram að vinna. Nei, ekki heldur, ég líka þar að halda áfram að gera ýmislegt. Ok, slepp. Ég geta haldið endalaust áfram. Já, þetta var stórkostlegt. Þetta kallast eiginlega ekki vonda, þetta var bara virkilega skemmtilegt. Þetta var samt svona ung stelpa. Já. Hún nefndi svo enga veinar að tala við. Nei, ok, sé það á morgun, 2:30. Ok, ég sé hana fyrir mig, hún var ljósar með tyggjó og svo 19 ára. Ég má ekki þessu. Þetta ekki að tala við hennan helvítis kall. Svona gamla skrökk þarna. Mættu bara 2:30, það er enginn að tala við þetta. Þetta var stórkostlegt, Helga Braga og vonda atið. So blind to see, það er nettur réttið þar, nettur Coolio endir hérna hjá strákunum. Já. Bruno Mars og Lil Og ég elska hann. Wayne. Já, elskar hann. Ég elska Bruno Mars. Er það? Já, ég finnst hann aðeinsljúr. Ok, ég ætla ekki að segja hvað mér finnst hann, en... Akkur ekki? Ég er engin risa aðdáandi, sko. Mér finnst hann aðeinsljúr. Já, og veist, I only miss you when I'm breathing og eitthvað svona, mér finnst lögin að ég fæ gubbuna bara, sko. Já. Bara ég saknaði bara þegar ég anda. Já, ég er svo harður. Já. Svo þeir rosalega harður. Já. En Öddi og Helga með ykkur hérna til 6 í dag. Það er mikil stemming á okkur. Mikil stemming. Við byggjumst afsökunar. Þetta var einhver hálfgræð sem stóð upp á Skaga sem ég letir hengi. Já, þú hringdir upp á Skaga. Já, þannig að við byggjumst afsökunar. Já, þetta var Skagastelpa sem ég er að tala við. Já. Já. Byggjumst afsökunar og þetta var allt í gríni og allt gaman og það er frábært að vera upp á Skaga og fara í hárgreiðslu. Já, nákvæmlega. Þið sem að geti það. Fyrirgefðu. Nei. Svo var ég að leika fyrirgefðu okkur hár að greiða yfir. Akkur sagður ekki bara að það var ég? Látt ekki svona. Nei, þú varst að leika mig. Nei. Jú, akkur varst að horfa þá svona á mig. Þú talaði ekki svona. Þetta kannski verið eitthvað smá áhrif. Ég er með 3 hár, getur þið vitað. Nei, ég sagði 9 eða 10. Já, ok. Og ég sé núna höfuð á þér. Já. Varst þú að setja, veistu, það er alveg þitt. Hættu þessu þarna. Ég er ekki að djóka. Nei, hættu þessu. Heyrðu, ok, svona viðkvæmt. Heyrðu, hérna, en Öddi minn, blöð. Já. Nú ert þú alltaf að stríða öðrum og láta mig gera alls konar sem ég finnst óþægilegt. Já. Eigum við núna að hafa smá sálfræðihotn? Smá sálfræðihotn, Helgu Brögu, hjá Ödda blöð. 957 blöð. Var ég sjúklingurinn þá? Nei, þú ert ekki sjúklingur. Nei. Mér langar bara að kíkja inn fyrir skelina. Svona svo hraðarspurningar það? Nei, ekki hraða. Nei, okay. Það er frekar hæga. Ok, nú er ég að stressast það. Er þetta skiptur hlutverk? Já, má ég núna spyrja þig alls konar bara svona, segðu mér Öddi. Og bara svona eitthvað, bara sálfræðihotn. Prófa það. Já, ok, svo Öddi. Já. Af því að ég var að, mér dettist bara strax í hug, þú veist, verður leiður þegar ég fyrir að tala um hárið? Nei, við erum öllu vanur, bara kemur því. Ég myndi viðurkenna fyrir að svo væri, ég sverða, það er alls ekki. Og þú verður ekki leiður og þú ert ekki, en sko... Fyrir 4 árum hafði ég verið sár. Já, því þá, og hvernig leið ég þá þegar þú sást að þú varst að byrja að þú veist, það var hægt að
eða sko það var ekki komið hár, eða var ekki hár svona. Ég gleymi aldrei þegar ég sá það fyrst. Já. Það var Jóhannes Ásbjörnsson í 70 mínútur sem benti mér að það. Já, að það væri komið. Já, og þá vissi ég það ekki. Nei, og hvað varstu gamall? Þá fór ég bara að hlæja 22 ára eða eitthvað. Já, það er ákveðið drama. Já. Að missa... Og þá sagði mér að fara undir ljós og kíkja á það. Ég fekk sjokk, sko. Já. Fórstu að gráta? Nei, það er ekki. Er það ekki? Nei, ég var Varstu ekki svona leiður? Nei, ég var meira stressaður. Já, fengið svona kvíðakast. Já, og meira þannig. Ertu kvíðasjúklingur? Já, þetta er inn. Ég myndi ekki fara svo langt að segja sjúklingur, en ég verð kvíðinn stundum. Og fyrir hverju verður þú kvíðinn? Eða svo, hvað kvíðið þið? Já, hvað er það sem veldur þér kvíða? Ekki hugmynd. Jú, það er eitthvað. Sko, partur af því að vita hver maður er, það er að vita hvernig manni líður. Okay. Og hverju maður kvíðir. Já. Er það ástarmálin, er það peningar, er það hárið, færðu svona, verður kvíðinn að eiga ekki fyrir einhverju, skilurðu, missa vinnuna, kvíðurðu því? Nei. Þú ert ekki að kvíða því núna, því ég er hér og það er allt gaman, skilurðu? Ég passa mig að vera í kringu gott fólk til að dreyja það. Já, en ertu á lausu? Nei, já. Ertu á lausu og en er enginn skotin í fyrir utan mig, sko? Nei, rólegt, sko. Það er rólegt? Já, þú ert svona rólegur strákur. Þetta er svo óþægilegt. Hvað? Nú á ég? Já, það er mjög rólegt. Já, mjög rólegt. Já. Og hvað gerir þér svona til dægrastyttingar? Fyrir utan að drekka? Þú drekkur það ekki svolítið svona, hvað drekkur oft? Ég er svona einu sinni viku. Einu sinni viku? Já, ætli það ekki. Og svona dettur í það á helgum fílingurinn? Já, ég er ekkert að keyra mig í gang hérna virkadugum, sko. Nei, þú ert svona frekar agaður, það veit ég. Já, ég er ræktinn og svona, passa það. Já, og líka svo samviskusamur, ég veit það, sko. Já, en þú veist helgar þá, jú, vissulega. En finnst þið þú drekka stundum á mikið? Nei, alltaf ekkert eitthvað sem ég hef hugsað úti, kannski þarf ég að fara að hugsa það. Því þú stundum verið að grínast með það? Já, ég djóka með það, en nei, svona, ef þú ert að spyrja mig alveg hreinskilið, þá... Ég er núna alveg að segja satt og svona, þess vegna er þetta smá óþægilegt til þig núna. Það er vissulega kannski dottinn, en það er sjálfgeft, og ef það myndi gerast ofta mér myndi finnast það, þá myndi ég hætta. Þá hringir í mig og segir bara, ég gekk fram að mér, hvað á ég að gera? Þá veit ég alveg leiðirnar bara. Já, ég lofa því. En ég var að spyrja, grætur aldrei heima, bara svona einn, þú veist, yfir einhverju... Bara for the fun of it, eða? Nei, bara, þú veist, yfir mynd eða... Nei. En það er ekki, ég er ekkert að þykjast vera góða harður, en ég er ekkert mikið að gráta heima, sko. En það er örugglega eitthvað svona harðneskja í þér, eins og ég var að tala. Mér líður eins og sé að Bubba Mortens á mánudegi, en ég er ekki tónlistappa. Það er bara... Þú ert fyllibistöðin. Það er stutt á milli, Bubbi Braga, eitthvað svona. Já, Bubbi Braga. Já, þannig að þú ert bara léttur á því og svona. Ég er mjög léttur og feskur, sko. Ok, þetta er búið. Ok, við skuldum hérna örstuð skilaboð og svo ætlum við Helga að ljúga hvort öðru í 2 mínútur. Já, vei! Og já, bara hellingsdagskrá framöndan hjá okkur. Já. 182 og Smáralind. Frítaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is og kláraðu dæmið. Frítaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Fullfermi af fermingarbúnaði. Spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Universal kynnir fjölskyldumyndina Lorax. Mig langar að sjá alvöru fé. Frá þeim sömu og færð okkur Aulinn ég kemur einn skemmtilegasta teiknimynd ársins. Sjóst þú þetta tré niður? Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Lorax. Frumsýnt 30. mars land allt í samstarfið við 66 gráðu norður og Sorpu. 8 liða úrslit í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. AC Milan Barcelona í kvöld á Stöð 2 Sport og Marseille Bayern München á Sport 3. Þorsteinn Jóð og gestir hefja uppbytun klukkan 18. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Sko, þú ert rosalega kröfuhörð á mig, en gerir enga kröfu til sjálfræðin. Ég geti þetta ekki lengur. Fermingagjöfin er stereogræja, GPS-tæki, myndbandstökuvél og leikjatölva. Eða einfallega snjallsími frá símanum sem er með þetta allt.
Kynntu þér fermingatilboðin á símin.is eða í næstu verslun Símans. Páskalamborgarinn kominn á fabrikuna. Alvöru steikarborgari úr Lamba Prime í ferkontuðu fabrikubrauði. Bragðlaukarnir þínu verða 8 viltir af geðsræringu. Hamborgarafabrikan 575755. Fabrikan@fabrikan.is. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Hæfileikakeppni Íslands hefst á föstudagskvöldið á Skjá 1. Hringdu núna í 5956000 og við opnum strax. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Okay, yes! 1x2 við tippum. Vá kallar. Tilboð til stórborgana. London og Köpen á 14.900 krónur til hádegis á föstudag. Vá. Ætlarðu í bústað páskana? Í dag fylgir 4 GB minnislykill með öllum nýjum netlyklaáskriftum á mögnuðum miðvikudegi. Og þú greiðir 0 krónur fyrir netlykilinn gegn 6 mánaða bindingu. Gildir aðeins á meðan birgðir endast. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Dílar.is í dag. Glæsilegt sport tölvúr tilvalið fyrir íþróttafólk á aðeins 1990 í stað 4990. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. 95 blöð með ykkur hérna á FM 957. Það eru hugljúfir og fallegir tónar hérna hjá okkur Helgu. Hvað heitir þess aftur? Þetta skvísan Leona Lewis. Já, þetta Leona Lewis, ægilega sætt. Já, gaman henni. Með lagið Run eftir Snow Patrol. Mér finnst þetta flottara með Snow Patrol en vissulega fallegur flutningur hér. Mér finnst það flottara með henni en ég veit ekki hvort að tala en það allt í lagi. Já, það. Að því ég líka bara að tala í svona, þá það líka bara allt í lagi en eins og ég veit ekki hvað ég að tala Já, ég þarf bara að leyfa að heyra það seinna með Snow Patrol. Ok. Herðu, ætlum við að reyna að ljúga hvort öðru núna? Já. Ok, það er gaman. Já, þetta eitthvað sem við Steindi byrjuðum með daginn og þá setjum tíma af stað Steindi krútt. Já, Steindi krútt og við eigum að ljúga hvort öðru í 2 mínútur samfleitt. Já. Þannig að allt sem við segjum hér næstu 2 mínúturnar verður lygi. Já. Þannig að og þetta gengur þannig fyrir sig að þú byrjar að ljúga. Já. Og svo tekið við þær, líga þær og tilbaka og svo segið þegar það er konar 2 mínútur. Já. Ertu til í þetta? Já. Ok, áttu auðvelt með að ljúga? Já. Og situr á móti mér með ákveðin, það er bara eins og ég hlakki til að ljúga. Já, ég hlakka til, alveg. Það sem ég laug á aumingja mömmu. Ég byrjaði bara, þú veist, ég þóttist vera sofandi, ég var að leika mér á fullu, skilurðu, Helga mínúta var að sofa og svo þá hendi ég mér upp í rúm og var svo sofandi að það bara, þú veist, með bara opin munnin og alveg sofandi og svo bara, hann er sofandi krúttið og slökti ljósin og svo fór hún út og svo kveikti ég ljósin og var í bananastöði að leika með dúkkurnar, skilurðu. Þá byrjaði ballið bara? Þá byrjaði ballið, legara ballið. En mennirnir í lífinu þínu, Helga, hefur logið mikið af þeim? Já. Ekki alvörunni en svona, þú veist, já. Skammast mér smá fyrir það. Má ég segja hérna áður sem ég liður þess að þú varst að segja mér daginn að þið varst að spyrja mig hérna ef ég var að tjamma þegar þú varst í pelsinu. Já, þið fannst þetta dálítið óþægilegt að ég var að spyrja svona eitthvað svona fóra þegar sportdrykkinn í mér, þú skilur það svo vel, ég verð alltaf að fara undir. Ekki, mér finnst þetta núl óþægilegt. Yfirborðið. Já, ég er svo lokaður að eðlisfari. Þú ert lokaður. Já. Þannig að þess vegna finnst mér oft steikt að svara svona spurningum. Já. En þú varst að segja mér frá pelsinum. Já, að því ég var að tala um að þú lætir mig bara vita þegar finnst þú vera farin að drekka þannig að þú fáið móral og eitt sæn alkoholisma. Nei, nú kemur svona óþæginda svipir að ég veit það er að það byrjar bubbin í mér, bragan er mætt það er bara, þú veist, að þú farið blackout. Já. Það er ákveðið sæn alkoholisma. En hvaða saga var það sem að þið leið svo illa? Já, ég veit að þú vilt ekki tala um þig, þú vilt tala um mig og allt svona ógeð. Að því sumir, að ég er hægt að drekka og svona. Já. Og Helga, þú drakkst aldrei neitt. Ég hef aldrei séð þið fulla. Ég veit að ég bara frekar drakk heima hjá mér einn, svona la. Já, ég var meira svona ein heima að drekka og það fannst mér astnalegt og ég hætti því bara. En svo mann ég stundum, þá misti ég smá. Einu sinni var ég til dæmis að djamma og við höfum eitthvað verið vinkonur og eitthvað og ég var í pels, svona gerfipels og ég var á enda aldrei mikið full og ég sagði bara, ég er svo þreytt, ég verð að leggja mig.
og ég bara, og þetta var allt svona friðsælt, ég bara verð að leggja mig bara núna í smá stund áður en ég fyrir að leita að leigubíl eða eitthvað, svo ég bara lagðist niður og lagði mig, bara svona smá, bara setti hendurna svona á kinn og var grúttarleg, veist ég, bara svona kisa að leggja sig, nema þetta var í Bankastrætinu. Og ég lá svona ofsaleg dífa í pels og lá í Bankastrætinu. Þetta langt síðan, sko. Og lagði mig smá, svona alltaf kom einhverjir góðir og svo bara, Helga, viltu ekki, og bara, þú veist, tókum mig bara upp og... þetta fósbærar tímabilinu? Þetta sem sagt, ertu landsþekkt á þessum tíma? Nei, ég held að þetta var aðeins fyrr. En jú, ég hef einhverju vissu leikkona. Það var enginn að sparkið bara gíðasól, drullar í leigubíl? Nei, þetta var fyrir þann tíma, sko. Ég skilji það. Þetta var dálítið langt síðan, sko. En þú eru fyrsta manneskjan sem ég hringi. Ég lofa, en ég er að sopna í Bankastrætinu. Í nýja leðujakkan mínu, kannski eitthvað. Nei, þú ert svo mikið peppi, það myndi aldrei gera það. Það myndi ekki sko vænt leðujakkan, það myndi ekki gera. Ég myndi frekar æli í leigubílinn. Já, frekar, ég veit það, sko. Herri, þá ætlum við að ljúga okkur töru. Ertu til? Í 2 mínútur. Já. Og þú byrjar lína. Já. Þú veist það. Já. Þannig 1, 2 og byrja. Öddi. Já. Ég er ólétt. Maður stöði þarna daginn, þarna. Rísvafjör. Já, og þú var svo fullur, þú myndir ekki, en ég man það, að ég var ekki full, sko. Jú, nú man ég það, ég var full líka. Já, á að segja þér, ég man þetta. Manst þú þetta? Já, þetta er rétt eftir ég kem heim frá Ísafirði. Já. Ég var þar með hinni konunum minni. Já, alveg rétt. Af því að ég man það, sko, af því að ég, talandi um Ísafjörð, ég var að koma frá þarna Ísrael. Manstu, ég var þar að syngja þarna með þessum sungu að baby a boy babe. Alveg rétt. Og þú veist, að því ég var með þeim, sko. Þú veist, ég landi forsöngarinn þeirri hljómsveit. Nei. Jú. Að baby a boy babe. Já. Einmitt. Ég lenti líka í því. Að því ég var á Akureyri aldrei fór ég suður. Já. Þá landi ég man ekki, það var pabbi söngvara sem ég landi. Já, barður hann? Já, ég barð hann. Það var svo leið að var að reyna við mig svo ég bara barð hann, skilur þú? Óbóðlega finnst mér þú með lítil brjóst, Helga. Ég þori nú ekki að segja það, sko, en þarna eftir að við sofum saman. Já. Allt á lítið teppi. Já, það er... Þetta er legar á hann. En samt, sko, þér tókst það, samt. Já, þú veist. Ég man lítil teppi lengjast mest. Eina sem að mér fannst svo leiðilegt eftir að við sáum saman, þá var hvað ég varð fyrir miklum vonbrigðum. Með þig eða mig? Með þig. Ég hugsaði með mér, hún er eitthvað svo hress og fjörug að sjá, mikið óbærslega var þetta lélegt. Og ég sem var svo ánægð með allt sem við gerðum, sko. Já. Og veistu það, ég hefði á tilfinningunni þetta séu tvíburar, jafnvel þríburar. Var ég búin að segja að mamma mín þoliði ekki? Hún alveg hatar þig. Já, ég veit það, að því að ég er ofta að reyna að krækja í þig og svona, skilurðu. Ég er alltaf að hringja í þig. Það er eitthvað skemmtileg, mamma er að hlusta, þú veist að mamma, ég hef oft sagt þér að mamma dýrkar. Já, elskan mín, já. En þetta er erfiðara með kvenmann. Ég veit ekki, já, en ég var samt að hugsa... Það verður eitthvað svona dýpra og viðbjóðslegt. Já, en ég var samt að hugsa þegar ég var, þú veist, að því að við Steindi vorum alveg grófið hvern annan. Það finnst mér, þú veist, ég á ekki að vera öðru í sig þó sétt kvenmaður. Maður á bara að vera grófur. Já, ég veit það. Út af að gengur liðurinn. Fyrirgefðu og ég meina þú ert með nei, djók. Við erum hætt. Já, það er búið. Það er búið. Við hefum aldrei sofið saman og aldrei barið neitt söngur. Og aldrei neitt og ég hef aldrei séð, nei, bara búið. Allt búið. Við ætlum að fara hérna í Óskalag fyrir hana Helgu. Það heitir Mercy og er með Duffy. Þetta er eitthvað þú ert að fíla. Já, ég fíla hana alveg. Alls konar svona söngkonu brjálæðar. Það er að dilla þér? Já. Hún er byrjuð. Já, ég er byrjuð. Það er að hristast hérna djöskála. Er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. FM 957 og Motorola Razr kynna sérstaka FM-forsýningu á Wrath of the Titans næsta fimmtudag klukkan 20. Annar hluti myndaseríunar sem gefur fyrir hlutanum Clash of the Titans ekkert eftir. Þegar guðirnir berjast hefur það áhrif á alla. The end of the world. Fylgstu með á FM 957 og þú getur fengið miða á þessa sérstöku forsýningu. FM 957 og Motorola Razr. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Britpop kvöld á Kaffi Simsen í kvöld. Allir sem mæta með harkúluhatt fá frían drykk. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simsen.
Það alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pítsuna þína, þú getur skipt úr pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og þegar kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pipar, chili-pipar eða oregano á þína uppáhaldspítsu. Dominos 58-1-2-3-4-5. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Úrilla Górillan kynnir Heineken Bingo 50. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kartinum. Hljóðkort, hljóðnemar, tónlistarforrit, heyrnartól og hátalarar. Heimastúdíói færðu hjá okkur. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Róthásborgarinn búinn að slá í gegn. Kíktu við á Róthás. Snorrabraut 56. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Dílar.is í dag. Glæsilegt sporttölvúr tilvalið fyrir íþróttafólk á aðeins 1990 í stað 4990. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Taktu þátt í páskamyndasamkeppni Fréttablaðsins og þú getur átt forsíðumyndina í Páskablaðinu. Skilafrestur mynda til hádegis 3. apríl og þemakeppninnar páskastemming. Nánari upplýsingar í blaðinu í dag. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Hver munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökurdagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseli á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritso pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 95. Það hárrétt FM 95 Blö með ykkur alla virka daga til 6 og hún situr hérna hjá mér, hún Helga Braga Jónsdóttir. Gestastjórnandi Pétur Jón Sigfússon heima með pípandi og ætlar að vera með mér á föstudaginn í staðinn fyrir ykkur. Láttu batna, Pétur. Já, ef þú ert að hlusta, Pétur, þá skiljum við kveðju í Hafnarfjörðin og vonum að þið líði betur. Já. Og vonandi verður hann brattur á föstudaginn. Ég veist hvað ég var að fatta samt, Helga. Hvað? Klukkan 20 mínútur í 6. Guð minn góður. Já, þetta fljótt að liða. Tíminn líður hratt og gerðum þetta öld. Og þú ert búin að sitja hérna á móti með, við höfum samt ekkert rætt þig, basically. Nei. Hvað að frétta af Helgu? Það svona svaðalega mikið gott að frétta. Það ekki? Jú. Já. Þannig að mars alltaf dálítið mikið busy hjá mér. Já, ásátíður og svona. Alla veislustjórnirnar. Já. Nú, svo að daginn, þá ég náttúrulega að halda alls konar námskeið. Ok, hvernig námskeið? Þú og Þorsteinn Guðmunds eru svolítið í þessu, að vera þeirra haldandi svona námskeiðum allan bæ. Já, fyrir svona alls konar fyrirtæki og hópa og svo ég, þú veist að, með uppistand, kannski ég leynigestur. Ok, ég þori ekki að segja alveg hvar, en svo maður með uppistand og svona, já, og svona alls konar fyrirlestra og námskeið í daðri og daður og deit og dömur námskeið. Ertu góð að daðra? Ertu ekki búin að finna það hérna? Ég náttúrulega svo vanur því. Já. En ég að tala svona fyrir það sem þú þekkir ekki. Já. Já? Já, mjög. Ertu mikill daðrari? Já. Já? Mjög. Já. Mjög. Og það ekkert erfiðara þá maður, veist eins og ég svo feiminn og mikill lúði, ég ætti mjög erfitt með að ég var ekki búin með 3 bjóra. Nú, þú ert daðrari, akkur heldur ég sé hérna? Já, reyndar. Hvað gerðið þú? Þú hrósaði mér, skilurðu, hvað segir þið? Er kannski daðrari að vita af því? Þú ert nefnilega mjög mikill daðrari, án þess að vita af því. Okay. En það það sem mikilvægt með daðrara, að þú veist, það ekkert endilega eitthvað svona kynferðisleg skilabóð, það bara þú veist, svona ákveðin hjartagæska. Já, þetta ekkert eitthvað mér langar í þig. Nei, eitthvað svona, það ekki daður, það bara viðbjóður, skilurðu. Það ekki, enginn að fara að falla fyrir því. Nei. Já. Nú, svo var ég að leika í stuttmynd, svo ég náttúrulega, þau voru að klára að skrifa Hægosa. Já. Það er með Dadda vini mínum, þið hitt hann um helgina. Já, þar leiki ég hana Pálínu. Já. Og það var 3. serían að fara í gang núna.
Okay. Og Anna Svava, vinkonaðin, einmitt að skrifa meðal annara. Já, er hún að leiki? Ég veit það ekki, hún að skrifa allavega. Okay. Já, og þar á ég til dæmis að það verður mikið svona spenna og drama og ég til dæmis á að dópa og ég verður svona dópuð hóra. Já. Það var svona svolítið eins og svartur og leik nema það verða bara svona konur og ekki menn, sko. En þú ert það sem að margir að noti veit ekki, þú ert það sem að kallast að method actor, þannig að þú lifir svolítið inn í hluturikinn. Já, ég reykja mikið svona gras og svona, þannig að ég var mikið að æfa mig í því núna. Okay. Já, en það er bara method. Já. Skilurðu? Þetta er bara leiklist. Þetta er út af leiklist, eins og maður þarf að fita sig fyrir hlutverk. Já. Maður þarf að, þú veist. Og já, þannig að þetta verður mjög fyndið. Já, ég lagt að sjá. Þetta er sjúklega. Ertu búin að sjá þetta? Já. Ertu ekki að ljúga? Jú. Ég get ekki logið að horfa þessum augun á mig. Ég veit það. Ég er ekki búin að vera með Skjá 1. Farðu úr bænum, þetta kostar 1000 kall í Elko. Já, ok. Þú veist, báða seríurnar. Já. Farið þið og kaupið því þær eru snillt. Ég skal lofa, ég Þetta er ógeðslega, fyndi, ég er ekki að djóka. Þú veist, ég þorði ekki að ljúga þér. Nei, og ég er ekki að ljúga núna, ég skal lofa þér. Ég er ekki að, það er náttúrulega þú að Datti og mikið af mínum uppáhaldsleikurum. Þetta er viðbjóðslega, fyndi, og þau eru snillingar sem er að búa þetta til. Já. Það var ég búin að segja það. Já. Og svo var ég panikæriða í smá þegar þú hringdir í mig og sendi á Facebook og því ég er nú með 5000 vini eða eitthvað. Wow. Og þar komu alveg fullt af fyndnum, skemmtilegum og góðum tillögum en hvað við ættum að tala sko, ég vísu hefði þurft að vera hérna í viku til að fara yfir þetta allt, sko. Já. Til vina minna að núti, ég gerði mér ekki grein fyrir hvað þú væri vel undirbúin og hvað það væri mikið prógram í þessum þætti. Já, það var að passa bara. Við vorum að byrja og þetta er bara allt innu búið. Já, ekki að við eftir þetta 17 mínútur. Þetta veistu hvað er að fara að gerast núna í fyrsta sinn? Nei. Fyrsta sinn sem ég byrjaði með FN9 blöðum og þá var Adele spiluð tvisvar á 2 klukkutímum og það er bara gert fyrir þig. Þú ert búin að hafa mikil áhrif á tónlistinni í dag. Er það? Já, þetta lag er virkilega cozy og heitir Set Fire to the Rain. Ok. Ok, það fyrir sleg. Ok. To the Rain. Þetta er Blöð og Helga Braga. Það er, BB eftir nótunum minna. Já, einmitt, BB. Mikil stemming á okkur og, en hvað varst að segja mér að hann var fólkað inn á Facebook að byrja að ræða og hvað vildi að myndi ræða? Alls konar skemmtilegt, þetta eru líka bara sem við getum, bara hugmyndir, þú veist, það er náttúrulega... Ertu með mikið að skemmtilegu fólki á Facebook? Já. Já? Já. Einhverju leiðilegir hann inn á milli, hendur þeim út? Ef þeir eru með eitthvað skítakomment þá bara er þeim hent út miskunnalaust. Ég skilji, og heikar ekki við það. Enga viðbjóð. Nei. Enga viðbjóð hjá Brögu. Enga viðbjóð í þitt líf. Nei, en hérna var eitt svona krúttarlegur að segja sko frá því að góð kona, hann glemdi veskinu sinni í bónus og það var einhver kona sem bara borgaði fyrir hann og hann bara fekk sko reikningsnúmerið og borgaði henni tilbaka. Já, ok. Þú veist, strax og bara þú veist, það er líka jákvætt sko, það er til gott fólk að núti. Já, það er ekki endalaus leiðindi á Íslandi. Nei. Það er ennþá gott fólk hérna. Og myndið þú gera svona? Já, ég held það. Er það ekki? Jú, veist, en ef ég myndi ekki gera það, myndi ég aldrei segja í útvarpinu, en ég samt sverða, ég held ég myndi gera það. Þú veist að segja mig, þú er bjargað unglingum og svona. Já, ekkert og svona, ég hef einu sinni bjargað úlingi bíó. Já, ok. Já, einu sinni. Já. Borga fyrir hans þess að. Já, þú veist, það var bara eitthvað svona sem kom upp á. Já. En hvað var meira sem veldi? Já, það var fleira. Þú veldu, við myndum tala, Heiðar var að segja fyrir að segja þið frá afa og ömmu og prakkarastrikum og eitthvað svona. Segja frá ömmu og afa og prakkarastrikum? Já. Hvernig þá? Bara eitthvað svona úr æskunni. Já. Segja eitthvað sniðut úr æskunni. Ok. Frá æskunni og svo náttúrulega. Svo var að nefna sko eitt jákvætt, það er þarna The Earth Hour. Earth Hour, hvað er það? Earth Hour, þá er það, ég held að sé á laugardagskvöldi, að þá að slökkva ljósin. Ok. Þú veist, hvað er það, klukkan, ég man ekki alveg klukkan hvað, þú getur farið á Earth Hour Iceland. Ert þú með hellinga svona Earth Hours og vinum sem að borða ekki sigur og eitthvað svona? Já, klukkan 9:30 til 10:30, það er bara fyrir jörðina. Já, ok. Til að spara rafmagn og... Já, ok, er þetta snuðut. Hvet alla hlustendur til að taka þátt í því. Earth Hour. Já. Og bara alls konar svona skemmtilegar hugmyndir. Já, sem að fólk var að biðja um. Heyrðu, talandi um góðverk. Það var eitt svona óvart góðverk hjá mér. Nú? Hjörtur bróður minn sem er útskrifaður úr leiklisskólanum og yndislega drengur. Og hann hérna, einhvern tímann þegar kom að 1. apríl. Já, það steytist nú í hann. Já, það var hann og vinur hans, besti vinur hans, þau voru
voru í strætó, voru litlir og það var eitthvað svona grín strætóbílstjóri. Það segir, strákar, nú ger ég svona grínrödd, heyrðu, farið inn í ísbúðarna, melónum, hérna Hagamel, og það er frýr ís. Voru að stríða litlum strákum, sko. Já, þegar þú segir þetta með svona röddu, þá varst að tala um svona eitthvað svona strætóbíl, þetta var svona pínu pervertíst eitthvað. Ég veit. Það er að fá eitthvað pínu ís. Já, en sko, þú veist, hvað... Hann var bara að stríða þeim. Hann var að stríða þeim, allt í lagi. Nei, strákar, eitthvað svona einska verða öðruvísi. Heyrðu, það er eitthvað svona að fyndi. Nefn að þeir fara inn í ísbúðuna og alveg bláægðir og panta ís og halda þið fái frítt og stelpan segir bara, nei, það er, þú veist, 300 eitthvað, lelele, og þeir eru ekki með neitt pening og bara greiðin litlu. Heyrðu, á því augnabliki lappa ég af pjúra tilvíðun inn í ísbúð. Auðvitað borgaði ég fyrir litla bróður minn, skilurðu? Já, var hann einn af þeim? Var hann einn af þeim? Já, hann var Hjörtu bróðir, þú veist greinlega ekkert að hlusta á þessu og allt í lagi, en það besta við þessa sögu, ég veit kannski ekkert sérstaklega hvað, en hérna Getur þú meila restina af svona? Nei, jú, heyrðu, svo kom það besta við það, þegar þeir fara í strætó tilbaka, sami strætóbílstjórinn, með ísinn. Já, svona í andlita á honum. Já, í andlita á honum. Við fengum frýtt og hann bara Það er ekki góð saga. Það var æði. Ég er samt ekki, mér fannst hún fín. Já, hún var góð. Já, þarna varst að sína góð mennsku. Já, og bara hvernig hún svona grín getur snúist upp í svo, eitthvað svona gott. Trúir á karma? Já, það er ekta þú ert svona karma, eða ekki? Já, auðvita. Akkur heldur ég sé grænmetisæta og allt þetta? Akkur ertu grænmetisæta? Af því að það er karmalögum. Er ekki ógeðslega gaman hjá jólin að fá eitthvað svona tofu steik og allir bara slefandi yfir eldamennskunni? Já, þú hattar þetta. Nei, það er því að, þú veist, ég vil ekki taka á mig karmað að drepa dýrin. Er það út af dýrunum? Já. Já, ok. Það er meðal annars. Ég er dýravinur, en ég myndi aldrei geta verið grænmetisæta samt. Nei, ég veit það. En ég trú á karmalögumálið. Já, það er, og þú trúir líka stjörnuspeki og borðar ekki sigur. Já, einmitt. Það er bara, that's me. Þú veist þetta hérna lag? Nossa. Þetta er ekki verið þig. Tepeko með eitthvað álíka. Já, þetta er portugés. Já, ég kann ekki að lesa þetta. Þeir að hlusta hérna FM 95 Blö á FM 957. Helga Braga Jónsdóttir búin að vera með mér hérna síðan 4 í dag og nú erum við bara að fara að kveðja. Já, heyrðu. Klukkan að vera 6. Braga er sko portugalsnafn, þetta er meira þess að borg. Já, ok. Í Portugal. Er pappi? Nei, þú Jónsdóttir. Nei, þetta er miðnafni mitt, sko, Braga, Brögu. En oft er ég verið erlendis, sko, þá hef ég logið að ég væri frá Brasilíu og ég væri litla systir Sonju Braga sem er, sko, ein vinsælasta og virtasta leikona Brasilíu. Já. Lék í Kiss of a Spider-Woman. Ok. Já, og þarna... Kiss of a Spider-Woman? Já, það er fyrir þína tíð. Sorry, googlaði það bara. Já. En það er svolítið skemmtileg tenging. Já, af því við vorum að koma á portugalsku lagi. Já, og ég er að fara í Zumba núna. Er það að fara að dansa? Já, Zumba. Er það að dansa á hverju kvöldi? Ég dansa á hverju kvöldi, ég er crazy. Ég er crazy. Ég er crazy. Það er alltaf vestur þegar svona stelpur segja sjálfar að séu flippaðar. Æ, ég er svo flippuð. Já, það er eitthvað ömurlegt, ég veit það. Maður er kannski að tala eitthvað stelpur, já, hvað hérna? Æ, ég er svo flippuð. Hvernig var helgin? Æ, við vorum að eitthvað og við erum rugglaðar. Við erum rugglaðar. Við vinkonurnar, við erum svo flippaðar. Það er akkurat það sem ég er að gera grína núna. Þú fattar alveg grínið í mig. Ég er crazy. Ég er crazy. En þú ert að fara að dansa, ég veit ekki eins og hvað ég er að fara að gera í kvöld. Spáðu það. Ættu að fara heima að gráta. Já, ættu það ekki og drekka. Það er svona sem þú heldur ég geri. Hangi heima með grenjandi og drekkandi. Takandi á þér, hárið og... Takandi á með síðustu hárin á skallunum. Grátandi og drekkandi. Með litla tippið mitt. Nei, þetta var lygi allt saman. Það var í lygi. Það var lyga. Ég sagði allt öfugt sem að ég myndi aldrei segja. Viltu stoppa mig núna? Ég ætla að horfa AC Milan Barcelona í meistaradeildinni og minni á þann leik fyrir ykkur fótbolta-unnendur að núti. Helga, það er búið að vera svo hrikalega gaman að fá þig inn í dag. Mér finnst bara fyrst þetta skemmtilegt. Já, það ekki. Alveg. Lofar ekki að koma aftur? Ég lofa því. Ég fíla það. Það er hrikalega erfitt að fá konur í þáttinn. Hvað ruglar það? Þú og Anna Svava. Og þetta er bara mjög erfitt. Þannig að þú ert alltaf velkomin. Og þakka þér. Ætlaðu að spila Pitbull eitthvað? Já, ég ætla að enda þetta óskalagi hérna fyrir hennar Helgu og ég veit að til dæmis Hjöppi og Egill að núti verða ekki ósátti við þetta óskalag. Rikki G, mínibarinn er mættur inn í stúdíóið. Pétur Jón Sigfússon heima veikur, ef þú ert að hlusta. Við byrjum að helsa, látið batna. Ósala sætur, stelpur svo sem er að koma næst. Já, Rikki G, hann er voða sætur. Finnst þér hann nokkuð lítið út eins og mínibar? Eins og mínibar? Já. Jú, come to think of it.